Nú það orðið ljóst að Greenland Express ætlar að fara í beint flug frá Akureyri til Kaupmannahafnar og Álaborgar. Segðu mér aðeins hvernig kom þetta til? Heyrðu, þetta byrjaði nú bara á því að ég þekki þessa íslensku aðila sem koma að þessu fyrirtæki og setti mig í samband við þá þegar ég heyrði að þeir ætlaði að hefja flug til Grænlands frá Kaupmannahöfn. Hvort þeir vildi ekki millilenda hér í staðinn fyrir Keflavík og þá voru samningar svona og áætlanir komnar það langt að þeir gátu eiginlega ekki bakkað úr því. En hins vegar svona hélt ég áfram að kynna hugmyndinum að koma hér til Akureyrar og reyna að búa okkur til markað hér sem ekki synt og það bara endaði þá í því að við seldum hugmyndina og hún sem sagt bara komin. Ég veit að það gríðarlega mikill vilji hér á svæðinu, bæði meðal fyrirtækja og Flugklasans, Markaðsstofu Norðurlands og fleiri aðilar sem eru lengi búnir að hafa þennan draum og það kemur alltaf spurningin, er þetta raunhæft að vera með millilandaflug Akureyri út í heim? Þú hlýtur að vera handviss það? Já, við höfum nokkuð góða trú á það. Það er búið að reyna þetta og Iceland Express gerði þetta síðast 2012 og árangurinn var bara mjög góður. Og þá var þetta alltaf barátta við það að menn voru með tóman legg á milli Akureyrar og Keflavíkur en þessi vél er náttúrulega beisuð úti í Danmörku, þannig að við erum ekki að berjast í þetta vandamál að vera með tóma leggi. Þannig að það svona kannski hjálpar okkur aðeins. Og segðu okkur frá því þá hvernig þetta á að virka. Hvenær verður flug, hvernig er vélin og svona praktísk atriði og verð og þess aftar? Já, verðin er ekki komin algjörlega á hreint en þau hins vegar eiga bara að verða sambærileg við það sem við bókum bara í flug frá Keflavík til Kaupmannahafnar. Svona meðalverði verður eitthvað staðar á því bili og við stefnum auðvitað því að henda inn svona tilboðum inn á milli þannig að við verðum svona sambærilegir og menn komist svona með stuttum fyrirvara kannski geti gripið ykkur ódýra ferðir. Frá Akureyri getur þú bantað flug til Kaupmannahafnar og Álaborgar, þannig að áfangastaðirnir verður raun og veru tveir. Flugvélin sem er notuð hún heitir Fokker, þetta er Fokker 100 og er 100 sæta eins og hún er sett upp hjá okkur og hún er nýlega búið að taka henni í gegn, hún er nýsprautuð og allar innréttingar í henni eru nýjar og leðursæti og það er vænt sætabíl, það er 35 tómur sætabíl, þannig að þetta fara vel fólk. En við viljum náttúrulega væntanlega líka sjá einhverju að koma hina áttina. Sjáu þið fyrir ykkur að það sé hægt að markaðssetja það? Já, við höfum mikla trú á því og það er náttúrulega það sem hefur verið kannski dræfið hjá allan að mér og okkur núna í þessu. Það er það sem Flugklasin hefur verið að vinna á. Þau hafa unnið mikið kynningarstarf erlendis til þess að markaðssetja svæðið og eru búin að gera þetta alltaf lengi. Þannig að við höfum svona trú á því að það detti inn svona með tímanum og við þurfum auðvitað að treysta á heimamarkaðinn svona fyrst sinn. En draumurinn er ekkert bara að gera þetta í sumar? Nei, við erum búin að festa áætlunina fram til 25. nóvember og það er allavega sú tímasetning sem við erum búin að tryggja, þannig að þetta verður frá 11. júní til 25. nóvember til að byrja með. En Flugklassin og Isavia hafa boðið upp á ákveðið prógram til 3 ára sem felst í afsláttarkjörum og einhverjum styrkjum og það er hlutur sem við ætlum og höfum hafið viðræður En frakt, þið væntanlega getið þá selt einhverja frakt eða hvað? Hvernig verður rýmið til þess? Þetta er engar rosalegar fraktvélar en fullhlaðinn þá getum við tekið 2 tonn af fiski til dæmis og við auðvitað horfum svolítið til þess að fiskframleiðendur kannski horfum til okkar. Þetta eru 2 stærstu húsin hérna í ferskfiski á landinu, eru hér á svæðinu og þau eru auðvitað meira en velkomin. Og hvenær verður þá bara hægt að fara að bóka? Viljið fólk komast í kaupin? Bókunarkerfi við erum að breyta því. Það var verið að taka vélarnar út af áætlun og breyta áætlun hjá okkur og mér skilst að það eigi að vera komið í loftið eftir sirka viku. Þá dettur bókunarkerfið inn og væntanlega með einhverjum smá tilboðum, þannig að við bara verðum að vera bjartir. Allir hópar sem hafa áhuga að geta þá bara sent inn fyrirspurnir. Ef það eru ferðaskrifstofur og annað sem eru með stóra hópa eða eitthvað fyrir sér, þá er hægt að senda okkur fyrirspurn bara í gegnum heimasíðuna. Sem er? Sem er greenlandexpress.com. Að gera. Takk fyrir spjallið og til hamingju með þetta. Já, takk fyrir.